Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Upplýsingar að minnisblað hælisleitandann Tony Amos hafi verið samið í innanríkisráðuneytinu og sent til ráðherra og aðstoðarmanna hans daginn fyrir umfjöllun ákveðinna fjölmiðla efni blaðsins koma ekki heim og saman við ítrekaðar fullyrðingar ráðherra og ráðuneytis að engin sambærileg gögn hafi verið til í ráðuneytinu og að ekkert bendi til leka þaðan. Innanríkisráðherra bendi ítrekað á að Útlendingastofnun, Rauði krossinn, lögregla og lögmenn hefðu aðgang að persónuupplýsingum hælisleitendur og lekinn hefði því geta komið annars staðar frá. Í ljósi þess að nú staðfest að skjalið sem endaði í fjölmiðlum var samið í ráðuneytinu ljóst að sú fullyrðing ráðherra stenst ekki. Við fjöllum lekamálið hér rétt á eftir. Við förum líka til Síberíu með Gus Gus og Reykjavík Dance Productions en síðan hópurinn sýndi fyrstu verkið á Vit á listahátíð 2012 hefur hann ferðast víða, meðal annars til námuborgarinnar Norilsk. Við heyrum af þeirri upplifun hér á eftir og lítum inn á æfingu í Hörpu. Svo förum við einnig niður á Grandagarð og ræðum við Óttar Guðmundsson geðlækni sem hafði hugsað sér að stökkva þar í sjóinn á unglingsárunum. Óttar hefur ritað bók sjálfsvíg sem hann telur mikilvægt skref í að opna umræðuna. En við byrjum á lekamálinu. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson taka nú við. Lekamálið svokallaða á upphaf sitt í fréttum af skipulagningu mótmæla samtakanna No Borders frá því 19. nóvember í haust. Þar átti að mótmæla brottvísun hælisleitandans Tony Amos úr landi og var mótmælastaða boðuð við innanríkisráðuneytið seinni part dags þann 20. nóvember. Á undanförnum árum hafa slík mótmæli verið tíð. Brottvísanir hælisleitenda enda umdeildar í meiralagi. Slík mótmæli hafa oft beinst að sitjandi ráðherra innanríkismála, enda hefur hann vald til að taka loka ákvörðun brottvísun. Skemmst að minnast mótmæla við heimili Rögnu Árnadóttur í ráðherratíð hennar, auk þess sem mótmælt hefur verið við ráðuneytið við önnur tækifæri. Samkvæmt dómi Hæstaréttar fyrir helgi virðast fréttir af mótmælunum í nóvember hafa orðið til þess að minnisblað stöðu hælisleitandans Tony Amos var gert í innanríkisráðuneytinu og sent síðdegis til ráðherra og aðstoðarmanna hans. Morgunin eftir birtust fréttir í fréttablaðinu á RÚV og á mbl.is þar sem vitnað var til þessa minnisblaðs og upplýsingar sem þar komu fram Tony Amos og 2 konur sem nafngreindar voru í minnisblaðinu. Í umræddum fréttum var vísað til þess að upplýsingarnar væru fengnar úr minnisblaði úr ráðuneytinu. Þar komu fram upplýsingar einkahagi Tonys, rannsókn sem hann hafði sætt vegna grunns aðild að mansali, ófætt barn, konu sem hann hafði verið í sambandi við og var sögð beitt þrýstingi af hálfu Tonys, auk upplýsinga samskipta hans við aðra konu. Í kjölfar birtingarinnar hófu blaðamenn DVF að fjalla lekan, enda fordæmdu lögmenn Tonys og kvennanna tveggja birtingu hans þá og síðar. Hann var einnig kærður í framhaldi af því. Aðstoðarmaður ráðherra hafnaði því þá að aðstoðarmenn eða ráðherra hefðu lekið upplýsingunum og var haft eftir honum í DVF að skjal hælisleitendur sem vísað var til á MBL og Vísi í gær sé ekki til inni hjá ráðuneytinu. 2 dögum síðar birti svo innanríkisráðuneytið yfirlýsingu á vefsíðu ráðuneytisins þar sem sagt var að ef slíkar upplýsingar hafi borist öðrum en þeim sem átt hafi að hafa þær sé það harmað. Það jafnframt sagt að ekkert bendi til að gögn hafi farið frá embættismönnum ráðuneytisins til fjölmiðla. Hins vegar sé rétt að minna á að mál flestra hælisleitenda hafi verið til meðferðar hjá mörgum stofnunum, embættum og einstaklingum. Á næstu vikum átti ráðherra síðan ítrekað eftir að vísa til þess að persónuupplýsingar hælisleitendur væru til staðar hjá Útlendingastofnun, Rauða krossinum, lögreglu og lögmönnum þeirra og gaf þar með í skyn að gögnin hefðu geta borist frá öðrum en ráðuneytinu. Meðal annars í viðtali í Morgunútvarpi Rásar 2 þann 2. desember. Og við auðvitað hörmum það að það geti gerst að það rati einhverjur upplýsingar annað en það eiga að rata. Hins vegar fara þessar upplýsingar tengjast hælisleitendum á Íslandi. Þessar upplýsingar fara til lögreglu, fara til Útlendingastofnunar, þar fara til innanríkisráðuneytisins, þar fara til lögmanna, tengjast málinu og svo framvegis. Þannig að þær fara þarna auðvitað víða. Og í einhverju tilvikum getur það gerst því miður og ég harma það að það gerist að það fara út upplýsingar sem eiga ekki að fara út. Verður þetta rannsakað eða? Við höfum farið yfir það í ráðuneytinu hvort það sé eitthvað sem að
bendir til þess að við þurfum að áhyggjur af ferlunum okkar innan hús sem eru auðvitað í stöður endurskoðun. Það er ekkert sem bendir til þess, en við höfum auðvitað og erum í stöður þarna skoðun það hvað við getum gert betur. En þetta fer það víða ef þú ætlar að fara yfir það, þá auðvitað krefst þess að þú farir yfir það víða heldur en í innanríkisráðuneytinu. Það sama gerði ráðherrann í þingræðu 16. desember þegar málið var tekið upp þar. Það hins vegar þannig að í málefnum tengjast hælisleitendum, þá fara gögn þeim tengjast eins og ég hef áður upplýst þingheim þegar Birgitta Jónsdóttir háttvirtur þingmaður nefndi máli hér, þá fara þau gögn nokkuð víða. Þau fara til lögmanna, þau fara til lögreglunar, þau fara til Rauða krossins, þau fara nokkuð víða. Og kannski eigum við, og við ræddum það á ágætum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, að hugsa þessi mál aðeins upp á nýtt, ekki bara innan innanríkisráðuneytisins, heldur innan stjórnsýslunnar almennt. Þá eigum við að velta því fyrir okkur hvort að þurfa að læsa gögnum frekar, hvort að þurfa að takmarka enn frekar aðgang að þessum gögnum, bæði þá innan ráðuneytanna og hugsanlega innan undirstofnana þeirra. Það er engin ástæða til þess að ætla það að nokkur formleg gögn hafi farið frá ráðuneytinu. Þannig ég get ekki útskýrt nákvæmlega hvernig þetta gerðist, ég get einungis útskýrt það og ef það hefur gerst þar að segja. Þessir aðilar áttu hins vegar allir eftir að neita því að minnisblað eins og það sem vitnað var til í umræddum fréttum væri til hjá þeim. Skjal sem ber heitið minnisblað varandi Tony Ómos og lekið var á valda fjölmiðla í síðasta mánuði er ekki til á málaskrá hjá Útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra og þar kannast enginn við að hafa séð skjalið. Rauði krossinn hafnaði því ennfremur að hafa haft umrætt minnisblað og gagnrýndi ummæli Hönnu Birnu. En baðst síðan afsökunar á því að hafa tjáð sig málið. Samkvæmt þeim upplýsingum sem koma fram í dómi héraðsdóms og Hæstaréttar frá því fyrir helgi er hins vegar ljóst að margumrætt minnisblað var aldrei til annar staðar en í ráðuneyti innanríkismála eftir að hafa verið útbúið þar fyrir ráðherra og aðstoðamenn hans vegna fyrirhugara mótmæla við ráðuneytið. Fullyrðingar ráðherrans og ráðuneytis að aðrar stofnanir hafi haft það undir höndum stangast í verulega á við frásögn lögreglu. Í dómnum frá því fyrir helgi segir rannsókn lögreglu. Hafi rannsókn lögreglu leitt í ljós að minnisblað sem útbúið hafi verið í innanríkisráðuneytinu seinni part þriðjudagsins 19. nóvember 2013 og hafi innihaldið viðkvæmar upplýsingar einkamálefni 3 einstaklinga hafi borist út úr ráðuneytinu til ýmissa manna þar á meðal blaðamanna. Hafi þessir 3 einstaklingar kært málið til lögreglu. Markmiðið með lekanum virðist fremur hafa verið að sverta mannorð eins brotaþola vegna yfirvorandi mótmæla við ráðuneytið vegna afgreiðslu þessa á máli hans. Það á einnig við ítrekaðar yfirlýsingar Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra, aðstoðarmanna hennar og ráðuneytis að ekkert minnisblað með umræddum upplýsingum hafi verið að sé til staðar í ráðuneytinu. Í svari innanríkisráðuneytisins við fyrirspurn DV málið þann 10. janúar sagði: Að auki hefur athugun ráðuneytisins leitt í ljós að meintar trúnaðar upplýsingar sem birst hafa ítrekað í DV eru ekki sömu gögn og ráðuneytið hefur undir höndum vegna málsins sem undirstrekar enn frekar þá niðurstöðu að umræddar trúnaðar upplýsingar séu ekki fengnar úr innanríkisráðuneytinu. Valgerður Bjarnadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, vitnaði ennfremur til þess í ræðu á Alþingi 27. janúar að innanríkisráðherra hefði sagt fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd stuttu áður að minnisblaðið væri ekki úr ráðuneytinu. Í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sagðist ráðherrann hæstvirtur hafa gert athugun í ráðuneytinu og ljóst væri að þetta minnisblað væri ekki þaðan. Hanna Birna ítrekaði þetta í ræðu stuttu síðar og sagði þá að innanhúsrannsókn ráðuneytisins og rekstrarfélag stjórnarráðsins hefði leitt í ljós að ekkert benti til að upplýsingarnar hefðu borist úr ráðuneyti hennar en bætti síðan við. Þeir sem hafa sendt þessi gögn, og það er ekki einu sinni sambærileg gögn, og eru til í ráðuneytinu, eru einstaklingar en ekki ákveðnir fjölmiðlar. Þannig að því sé til haga haldið. En ég held líka að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason sem hefur umrætt minnisblað er búin að upplýsa það hér að hann hafi minnisblað undir höndum. Ég bara hvet hann til þess að upplýsa þingheim það hvað hann fékk minnisblaðið. Vegna þess að minnisblaðið sem hefur verið í gangi á ýmsum fjölmiðlum og hér og þar er ekki sambærilegt við nein gögn í ráðuneytinu. Þannig ég bara hvet háttvirtan þingmann endilega til þess að koma með gagnið. Þessar yfirlýsingar Hönnu Birnu og ráðuneytisins ríma illa við það sem nú er komið fram í rannsókn lögreglu málið. Í dómnum frá því fyrir helgi kemur fram að minnisblaðið hafi verið samið af lögfræðingum í ráðuneytinu og sent ráðherra og aðstoðarmönnum hans klukkan 17:17.
Í minnisblaðinu meðal annars vikið að því að í beiðni frestun réttaráhrifa úrskurðar ráðuneytisins í máli hælisleitandans hafi komið fram að hann væri nú í sambandi við nafngreinda íslenska stúlku en áður hafi hann verið í sambandi við aðra konu sem hafi stöðu hælisleitanda. Sú síðagreinda eigi von á barni og sé mögulega faðir þess. Þá kemur fram í minnisblaðinu að í beiðninni sé því haldið fram að hafi stöðu grunaðs manns í 2 málum sem séu til rannsóknar hjá lögreglu á Suðurnesjum. Í því eintaki minnisblaðsins sem lögfræðingur ráðuneytisins tók saman ennfremur vikið að því að í hælismáli konunnar sem eigi von á barni sé því borið við að hún sé mansalsfórnarlamb. Sama minnisblað sem búið var að hnýta við einni aukasetningu sem sögður úr rannsóknargögnum málsins barst svo fjölmiðlum sem fjölluðu efni hennar morgunin eftir. Í yfirlýsingu sem sett var á vef innanríkisráðuneytisins nú í morgun í kjölfar umræðu umfjöllun Hæstaréttar engu ljósi varpað á hvers vegna ítrekað hefur verið fullyrt að minnisblaðið sem birt var í fjölmiðlum sé ekki sambarilegt við nein gögn í ráðuneytinu. Né heldur hvers vegna ítrekað hefur verið gefið í skyn að aðrar stofnanir og embætti hefðu haft upplýsingarnar undir höndum þegar niðurstaða lögreglu sú að minnisblaðið sem fjölmiðlum barst var einungis til í ráðuneyti innanríkismála. Jóhann Páll Jóhannsson og Jón Bjarki Magnússon, blaðamenn á DVAF, hafa fjallað málið frá því það kom upp. Þeir segja úrskurð Hæstaréttar staðfesta umfjöllun þeirra málið og veita svör við spurningum sem hingað til hefur ekki fengist svar við. En fyrirspurn tveggja þingmanna málið frá því í janúar hefur enn ekki verið svarað á ráðherra. Þessi dómur Hæstaréttar staðfestir í megindráttum fréttaflutning DVAF síðustu mánuði. Það sem að í rauninni kemur þannig fram að minnisblaðið til, það var til þannig daginn áður en upplýsingar voru birtist í fjölmiðlum og ráðherra og aðstoðarmenn hennar ásamt lögmönnum og 8 einstaklingar alls vissu tilvist skjalsins. Vissu tilvist skjalsins en í stað þess að tilkynna málið til lögreglu eða aðhafast með einhverjum hætti þá var tekin svo ákvörðun að tilkynna sérstaklega að skjalið sem var lekið væri ekki upprunnið úr ráðuneyti. Stuttu seinna fullyrðir Hanna Birna á Alþingi Íslendinga að engin sambærileg gögn séu til inn í ráðuneyti við það sem var lekið, sem dómur Hæstaréttar staðfestir að rangt. Og þá náttúrulega líka það er hægt að sjá málið allt í svona betra ljósi fyrst að það komið þessi staðfesting. Þá er þetta að sjá líka þegar Hanna Birna fullyrðir eða segir á Alþingi í desember að slíkt skjal gæti verið í höndum undirstofnana, lögreglunnar, Rauða krossins og svo framvegis, að þá virðist það ekki hægt að sjá annað en hún sé að tala gegn betri vitund því að allavega samkvæmt þessum gögnum lögreglunnar þá það engar undirstofnanir með aðgang að skjalinu. Að samanskapi setur þetta innanhús athugun ráðuneytisins í nýtt ljós. Ráðuneytið sett af stað einhvers konar athugun, gott ef það var ekki í janúar, og tilkynnti sérstaklega að sú athugun hefði staðfest að engum gögnum hefði verið lekið út úr ráðuneytinu. Þessi niðurstaða Hæstaréttar sýnir hins vegar að þetta líka rangt. Þessi athugun og niðurstaða hennar stenst ekki skoðun. Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra kveðst ekki ætla að tjá sig málið fyrr en að rannsókn lögreglu lokinni. Í samtali við Þóreyju Vilhjálmsdóttur, aðstoðarmann hennar í dag, sagði hún ráðherrann og ráðuneytið ekki hafa talað gegn betri vitund þegar ítrekað var haldið fram að upplýsingarnar sem greint var frá í fjölmiðlum væri ekki sambærilegar við gögn í ráðuneytinu og því væri lekinn ekki þaðan kominn. Þóri sagði að ráðherra hefði verið að vísa til þess að í minnisblaðinu sem fjölmiðlar hafa vitnað til sé gildishlaðin niðurstaða sem hefði ekki verið skrifuð af starfsmönnum ráðuneytisins. Sú aukasetning ekki byggð á neinum gögnum í ráðuneytinu að sögn Þóreyjar. Það